Þetta titill sem hefur svo mikið innihald í sér. Þið hafið tekið eftir því að öll erindin bera þetta nafn. En svo sjáum þið á tjaldinu að það eru mismunandi kaflar Daníels bókar sem við fjöllum hverju sinni. Það eru 12 kaflar í Daníels bók og ég leitast við að fara yfir efni 2 kapitula í einu. Þetta verða 6 erindi. Þegar við lesum Daníels bók þá sjáum við að örlög einstaklinga eru ráðin. Sumir voru reiðubúnir að láta lífið fyrir trú sína og hollustu við Guð eins og Daníel og félagarnir 3 gerðu. Þeir lögðu allt í sölurnar til að heiðra besta vin sinn, drottinn og frelsara Jesú Krist. Og þeir segja kannski í Gamla testamentinu ekkert minnst á Jesú Krist. Ó, jú. Hans oft getið í Gamla testamentinu. Og í einu kaflanum, þegar að félagarnir 3, þeir voru þarna á gangi inn í eldsofni, þeir áttu að deyja þar, vera steiktu lifandi. Þeir voru bráðlifandi, hlutu engan skaða af, en 4. einstaklingurinn var á meðal þeirra. Og sjálfur konungurinn lýsti því yfir að þetta væri sonur Guðanna. Það þekkti ekki aðra guðfræði en sem kennd var í Babylon. En þarna var sonur Guðs og við eigum eftir að kynnast honum betur. Fram að þessu höfum við verið að skoða og með erindin í dag, þá skoðum við þessar frásagnir, hrífandi sögur og reynslur þessara trúuðu ungu manna. Nema þegar að Daníel var varpað í ljónagryfjuna, hann var orðinn gamall maður þá, eða á efri árum. En þetta eru hrífandi frásögur, hvetjandi, þær hvetja okkur til dáða. En eftir þetta erindi, þá byrjum við seinni hluta Daníels bókar frá kafla 7 til 12. Og þá kynnist við spádómum sem hafa ræst og eru enn að rætast og sumt á eftir að koma í ljós. Og ég hvet okkur til þess að fylgjast vel með því að þetta er efni sem í Daníels bók sem hefur með okkur að gera á síðustu dögum. Það tekið fram alveg sérstaklega í Daníels bók að þetta eigi við síðustu daga. En við komum að því smátt og smátt og nú bara byrjum við. Ég set hérna mynd eins og listamenn hafa gert sér í huganum samkvæmt lýsingum fyrri alda á borginni Babylon og því heimsveldi sem sagti frá í Daníels bók. Það var ekkert sem jafnaðist á við þetta. Þess vegna í spádómi Guðs sem var gefinn Nebúkadnesar konungi sem Daníel réði að þá var hann sagði vera, þar að segja Nebúkadnesar, gullhöfuðið og hans veldi var þetta gulli slegna heimsveldi og það var það svo sannarlega. En svo komum við þarna og sjáum þetta í 4. versi og við fórum yfir það síðast. Ég læt að koma hér aftur. Þar sem að konungurinn, hann var á gangi í konungshöllinni í Babylon og tók hann þá til máls og sagði, er ekki þetta sú hin mikla Babylon sem ég hef reist? Sjáu þið hrokan, drambið og sjálfsálitið. Sem ég hef reist af konungssetri með veldistyrk mínum og tign minni til frægðar. Og við skulum hafa það í huga að hérna er ekki verið að tala við höldum bara áfram. Áður en þessi orð voru liðin af vöru konungs kom röst af himni. Þér gjörist hér með viðtali Nebúkadnesar konungur að konungdómurinn er vikinn frá þér. Þú munt útreikin verða á mannafélagi og eiga byggð með dýrum merkurinnar. Og einhver listamaður hefur teiknað þetta upp eða málað, þannig er hann á borgamúrunum og lýsa yfir sínum eigin mikilleika.
Þetta voru regin mistök fyrir Nebúkadnesar. Þetta var annars góður maður sem snerist til trúar á hinn eina sanna Guð og það var hann sem sá Jesú inn í eldsofninum með félögum sínum. Og þetta eru svo hrífandi sögur en margir kristni foreldrar láta sig nægja ef þau lesa á annað borð Gamla testamenti fyrir börnin bara þessar sögur. En láta sig engu skipta það sem síðan kemur í Daníelsbókinni. Við byrjum að fara yfir það í næsta erindi. En við skulum byrja í 5. kafla. Nú er komin nýr konungur til valda, kallaði Belsasar. Hann hélt veislu mikla 1000 stórmennum sínum og drakk vín í augsýn þeirra 1000. Eins og það var ekki nógu slæmt. En hann gerði eitthvað meira. En menn tóku að gjörast vínhreifir, segir, þá bauð Belsasar að sækja þau gullker og silfurker sem Nebúkadnesar, faðir hans, hafði haft á burt úr musterinu í Jerúsalem mörgum árum áður. Til þess að konungurinn, stórmenni hans, konur hans og hjákonur mættu drekka af þeim. Þá voru framborin gullker þau sem tekin höfðu verið úr musterinu, húsi Guðs í Jerúsalem, og konungurinn, stórmenni hans, konur hans og hjákonur drukku af þeim. Þið hafið gert ykkur grein fyrir því sem kristið fólk að oft eru þetta heilagir hlutir sem að viðkoma musteri Guðs. Og munið eftir því í annarri frásögu í Gamla testamentinu að það var verið að flytja boðorðin 10 einu sinni á milli staða. Og Guð hafi gefið sérstök fyrirmæli ekki snerta örkina, kistuna, gulli slegna sem boðorðatöflurnar voru í. En það sem þetta var á uxakerru og veginni voru ekki malbikar í þá daga. Þetta olli hristingi og kistan með boðorðinu 10 í, menn óttuðust að þetta myndi velta Og þannig var maður, augljóslega góður maður. Og hann hljóp til þess að styðja við kerruna, uxakerruna. Hann snerti kistuna og dó. Hann dó ekki af því að hann væri vondur maður, heldur vegna þess að hann gerði eitthvað sem Guð var búinn að segja ekki snerta. Ég nefni þetta í dag vegna þess að í dag á þessum tímum okkar að þá virða menn boðorðin 10 eins og hvert annað bara gamlar fornleifar. Sinnaði ekki neitt, fari ekkert eftir þessu. Ég er að tala svona obban af mannkyninu. En þessir félagar 4 í Daníelsbók, þetta voru sannkallaðar trúarhetjur sem eru okkar fyrirmyndir í dag að standa vörð sannleikann og reyna að skuði trú hvað sem annars kann að verða okkur. Okkur er sagt við lifum á tíma endalokana. Biblía segir þetta ítrekað og gefur okkur tákn og spádóma þar að lútandi eins og við eigum eftir að kynnast betur þegar að fram í sækir í þessum erindaflokki. Þess vegna mun reyna á okkur árin yfir líkur að reynast honum trú. Ekki snerta, en hlýða, já, og fylgja leiðbeiningu Drottins í einu og öllu. En þetta fólki, þessari svallu veislu arftaka Nebúkadnesars, þeir drukku vín og vegsömuðu Guði sína úr gulli, silfri, eyri, járni, tré og steini. Á sömu stundu komu fram fingur á mannshendi og rituðu á kalkið á veggnum í konungshöllinni, gegnt ljósastikunni, og konungur sá fingur handarinnar sem ritaði. Þá gjörðist konungur litverpi, sjáu þið hugur ekki hjá honum núna, gufaði upp. Þá gjörðist hann litverpur og hugsanir hans skeldu hann og var sem mjaðmalíður hans gengu sundur og kné hans skulfu. Þetta sáu allir. Þetta var gunga þegar á reyndi. Svo segir að konungur kallaði hástöfum að sækja skyldi særingamennina, kaldiðana og stjörnuspekingana. Konungur tók til máls og sagði við vitringana í Babylon: hver sem les þetta letur og segir með þýðing þess skal klæddur verða purpura
og bera gullfesti á hálsi sér og vera þriðji yfirhöfðingi í ríkinu. Þá komu allir vitringar konungs þangað, en þeir gátu ekki lesið letrið. Þeir gátu ekki sagt konungi þýðing þess. Þá var Belsasar konungur mjög feldsfullur og gjörðust litverpur, sjáuðu óttan og skelfinguna. En fát mikið kom á stórmenni þess. Allir koma þarna, þeir þustu inn í höllina, það var kallað á það. Haha, nú fáum við tækifæri að gera eitthvað fyrir konunginn. Hann mun verðlauna okkur. En þeir gátu það ekki. Sjáðu hvernig Guð undirbýr atburðarásina til þess að vekja athygli alls mannkynsins alla tíma í gegnum aldirnar, alveg fram á síðustu daga sem rennur upp innan skams, hvernig hann sýnir að hann hefur tögnin á haldinnar í þessum heimi, þó að hann hafi þurft af nauðsyn að líða afleiðingar syndarinnar, en hann mun hefjast handa innan skams og hreinsa til í þessum heimi. Svo segir að út af orðræðu konungs og stórmenna hafði skert drottning inn í veislusalinn. Drottning tók til máls og sagði: konungurinn lifi eilíflega. Lát eigi hugsanir þínar skelfa þig og gerst eigi svo litverpur. Af hverju segir þetta? Hún vissi það var einn maður þarna í höllinni, í nágrenninu, sem hafði ráð á leyndardómið heim sem þarna var boðaður, þó skildi ekki neitt sjálf. Svo segir: sá maður í ríki þínu, andi hinna heilagu Guða býr í, og á dögum föður þíns fannst með honum skýrleikur, þekking og speki, lík speki Guðanna. Og Nebúkadnesar konungur, faðir þinn, gjörði hann að yfirhöfðingja spásagnamannanna. Þetta gjörði faðir þinn, konungur, af því að með Daniel konungurinn kallaði Belsasar, fannst frábær andi og kunnátta og þekking til að þýða drauma, ráða gátur og greiða úr vandamálum. Lát nú kalla Daniel og mun hann segja hvað þetta merkir. Þá var Daniel leiddur inn fyrir konung. Hann var ekki einn af þessu sem voru að drekka sig ölvaða þarna. Hann kom ekki nálægt því, fyrir hann var kallaður inn til að sinna ákveðnu hlutverki. Og konungur sagði við Daniel: þú Daniel, einn af þeim herleitu gyðingum? Hann talaði eins og hann hafi ekki vitað hvað gerðist með föður hans og öll viðskipti hans við Daniel fyrr á árum fram að þessu. Og þú einn af þessum herleitu gyðingum sem konungur faðir minn flutti burt frá Júda? Ég hefi því heyrt að andi Guðanna búi þér og skýrleikur, þekking og frábær speki finnist með þér. Og hann vissi þetta allt. Og þó að drottningin minnti hann á þetta, þá lét hann eins og hann væri að heyra þetta núna. En það borgar sig ekki að láta eins og maður viti ekki. Sannleikurinn búinn að vera á heimilum okkar árum og áratugum saman. En yfirleitt safnar Biblían bara rykið þar. Svo segir í þessu 5. kafla frá 15. versi: nú hef ég látið leiða inn fyrir mig vitringa og vitringana og særingamennina til þess að lesa þetta letur og segja mér þýðing þess, en þeir geta ekki sagt hvað þessi orð þýða. Ég dáist að því hvernig Guð leyfir mönnum að komast í vandræði í þeirra trúar villu. Engin furða að þetta ríki var kallað Babylon. Babylon tekur nafnið frá því þegar Guð snemma á tíma mannkynsins ruglaði máli þeirra mannana af því að þeir lifðu í uppreisn gegn Guði. Babylon þýðir að rugla, ruglingur, ringulrið. Þetta var heiti þessa voldugasta konunglega heimsveldis eða mannlega heimsveldis á þessu tíma, ruglingur. Hann segir: ef þú nú getur lesið þetta letur og sagt með þýðing þess, þá skalt þú klæddur verða purpura, bera gullfesti á hálsi þér og vera þriðji yfirhöfðingi í ríkinu. Hugsið ykkur. Og takið nú eftir hvernig Daniel brást við. Þá tók Daniel til máls og sagði við konung: haltu sjálfur gáfum þínum.
Sjáu þið djörfungina. Hann hefði getað verið drepinn þannig á þessari stund að segja svona við voldugasta mann jarðar á þessum tíma. Haltu sjálfur gáfum, það eru gjafir þínar. Og gef einhverjum öðrum gjafir þínar. En letrið mun ég lesa fyrir konunginn og segja honum þín þess. Það var ekkert mál fyrir þjón Guðs. Og þannig vill Guð sjá okkur í dag, að við þekkjum orðið til þess að geta deilt með öðrum. Og svo segir hann, þú konungur, Guð hinn hæsti, veitti Nebúkadnesar föður þínu ríki, vald, vegsemd og tign, og sökum þessu veldi sem hann veitti honum, hræddust hann allir líðir, þjóðir og tungur og stóð þeim mikill ótti af honum. En ef hjarta hans ofmetnaðist og hugur hans gjörðist of dramsfullur, þá var honum hrunduð konungs hásætinu. Þess vegna setti ég myndina náðan, það sem hann sagði á borgarmúrunum, og nú er það Nebúkadnesar sem átt er við. Hefi ég ekki gert allt þetta sjálfur í eigin mætti? Guð gaf honum þetta allt. Það borgar sig ekki að ofmetnast. Og svo heldur hann áfram og segir, og þú, Belsasar, sonur hans, hefur ekki lítillægt hjarta þitt þótt þú vissir allt þetta. Sjáðu þið, það vissi þetta allt. Heldur hefur þú sett þig upp á móti drottni himnanna og látið færa þér kerinn úr húsi hans, og þú og stórmenni þín, konur þínar og hjákonur, hafið drukkið vín af þeim. Og þú hefur vegsama guð úr silfri, gulli, eyri, járni, tré og steini sem ekki sjá, ekki heyra og ekkert vita. Vissuð þið hverju? Hann að bera sama trúarbrögð Babýlonar og allra þar við hina einu sönnu trú. Og við erum að læra í Biblíunni alla daga þegar við lesum Biblíuna hver sé hina eina sanna trú. En það eru bara sorglega sagt, ekki svo margir, jafnvel þó þau telja sig kristna, sem í raun og veru lesa. Og ef þau lesa, þá er það ennþá færri sem taka mark á því. Og svo segir þarna í framhaldi að þú hefur, sem sagt tilbeðið skurgoð úr alls konar efnum, sem að hvorki heyra, sjá eða vita nokkuð skapaða hlut, en þann Guð sem hefur lífsanda þinn í hendi sér og ráð hefur á öllum högum þínum, hann hefur þú ekki tignað. Ég dirfist að fullyrða það hér og nú að obbinn af mannkyninu sem kalla sig kristinna trúar, þó þau telja sig kristinna trúar, þeir í raun og veru tigna ekki Guð. Þeir fara eftir mannaboðorðum og erfikenningum. Sjálfur Jesús sagði þetta og þið getið lesið það í Guðspjöllunum í Nýja testamentinu. Við höldum áfram. Samstundis sem sagt þegar þetta var sagt eða skrifað, þá voru fingur handarinnar frá honum sendir og þetta letur ritað. Letrið sem ritaði er þetta og Daniel er þarna að ráða skriftina á veggnum. Mene, tekel, ufarsin. Þessi er þýðing orðana. Mene, að Guð hefur talið ríkisár þín og leitt þau til enda. Sjáu þið djörfungina í þessum manni. Hann talar upp í opið geðið á voldugasta manni veraldar á þessum tíma og er að tilkynna honum, ríkið þitt verið tekið frá þér, núna. Svo segir hann, þú ert veginn, þetta orð tekel, þú ert veginn í skálum og léttvægur fundin. Peres, það þýðir að ríkið þitt er deilt og gefið metum og persum. Því næst bauð Belsasar að klæða Daniel purpura og láta gullfestum háls honum og gera heyrinn kunnugt að hann skyldi vera þriðji yfirhöfðingi í ríkinu. Eins og það skipti einhverju máli, hann vissi ekki það sem að Daniel vissi og hafði verið að segja. Babýloníu ríkið er að líða undir lok. Og það verða þarna skipti, endaskipti gerð.
enda segir þetta í 6. kaflanum: á hinni sömu nótt var Belsasar Kaldea konungur drepinn. Daríus frá Metalandi tók við ríkinu og hafði þá 2 vetur 60. Meta og Persaveldi tók þarna við þessa nótt. Hugsið ykkur hvernig, ég bara dáist að Daníel kominn til ára sinna og hann býður voldugasta manni veraldar bara byrginn sig svona með þessum orðum: eigðu gjafir þína sjálfur. Með öðrum orðum, ég kæri mig ekkert það, en ég skal gera það sem þú hefur boðið mér að gera, að þýða þetta. Guð hafði gefið honum verkefni að vinna og hann var að hlýða konungi himinsins, ekkert síður en þessum jarneska konungi. Svo segir frá því að þegar þessi nýji konungur komst til valda, að þá var það vegna þess að þessi óvinnandi borg Babylon, hún hafði einn veikleika. Það var á sem rann í gegnum borgina, í gegnum þetta hliði svo þess að lýst í fornum fræðum og Biblíunni meðal annars, að rann í gegnum borgina og út hinum megin, þannig að þeir höfðu alltaf nóg vatn og veggirnir voru óvinnandi. En það sem að þeir gerðu mistök, þeir sem bjuggu þarna innan borgarmúra, þeir drukku sig fulla, drukku frá sér vit og skynsemi og hermenninni líka. En konungur sem var að koma til að ráðast á Babylon, hann lét hermenn sína koma nóttina í myrkrinu og voru búnir að veita ánni í aðra átt, þannig að þeir gátu gengið, ef ekki þurru fótum, að þá mjög auðveldlega á því litla vatni sem enn rann í gegnum borgarhliðin, en auðvitað var búið að lyfta upp þá þessum járngrinda hliði sem lokaði bæði þessum enda og hinum enda borgarinnar eða árinnar, og þau gátu gengið inn og unnu borgina, ekkert mál. Enda þeir sem áttu að verja borgina voru ýmist flúnir, af því að þeir vissu að þeim þarna í nágrenninu, hermennirnir, sem áttu að varðveita borgina, og aðrir sem eftir voru blindfullir. Borgin var unnin átakalaust, svo að segja. Og þá það að Daríus, nýr konungur Meda að Persa, honum þóknaðist að setja yfir ríkið 120 jarla eða skipaskildi niður allt ríkið og yfir þá 3 yfirhöfðingja og var Daníel einn af þeim. Daníel, hann var kunnur í mörgum löndum á meðal hinna 9 ráðamanna sem voru að koma og hertaka borgina. Og hann einn af þeim sem þeir kjósa til að sinna erindum fyrir hinn 9 yfirvöld. Og þarna voru þessi 3 yfirhöfðingjar sem voru skipaðir og Daníel var einn af þeim og skyldu jarlarnir gera þeim skilagrein svo að konungur biði engan skaða. Þá bar Daníel þessi af yfirhöfðingjónum og jarlunum, sökum þess að hann hafði frábæran anda og hugði konungur að setja hann yfir allt ríkið næst sér. Takið nú eftir hvað gerist. Þá leituðu yfirhöfðingjarnir. Þeir áttu að vera 3, Daníel var 1, þá voru þeir 2 yfirhöfðingjar. Þessi 2, ásamt öllu jörlunum og hvað þeir hétu þessir ráðamenn í öllu ríkinu, jarlarnir voru 120, þeir leituðust við að finna Daníel eitthvað til saka viðvíkjandi ríkisstjórninni. Þeir gátu enga sök eða ávirðing fundi. Af hverju? Því að hann var trúr, svo að ekkert tómlæti né ávirðing fannst hjá honum. Ef það eitthvað sem að hjá okkur kristnu fólki nú til dags, það tómlæti. Þá sögðu þessi menn: við munum ekkert fundi geta Daníel þessum til saka. Og þeir voru ákveðnir í því að koma honum fyrir kattarnef. Nema ef við finnum honum eitthvað að sök í átrúnaði hans. Það var leitað, það var allt skoðað. Þeir fóru gegnum allar skýrslur í bókhaldi
ríkisins. Kannski hefur honum orðið á einhver staðar, stungið í eigin vasa eitthvað sem hann mátti ekki. Þeir fundu ekkert. Og þá komast þeirra niðurstöðu, það bara átrúnaður, það eru trúarbrögðinans. Þar skulum við ná honum. Og svo segir í 6. versi, í 6. kafla, þá þustu þessir yfirhöfðingjar og jarlar til konungs og sögðu svo við hann, Daríus konungur lifi eilíflega, öllum yfirhöfðingjum ríkisins, landstjórum, jörlum, ráðgjöfum og landshöfðingjum hefur komið saman að gefa út þá konungsskipun og staðfesta það forboð, það að segja bann, að hver sem í 30 daga gerir bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema til þín, konungur, honum skuli varpa í ljónagryfju. Þeir gerðu sig ekki grein fyrir því að þeir voru að grafa sína eigin gröf á meðal ljóna. Græðgin, öfundin og bara mannhatrið getur náð slíkum tökum á fólki að það leiðir til þeirra eigin dauða, minnst var það þarna. Svo frá 8. versi lesum við, nú skalt þú konungur gefa út forboð, bann, þetta, og láta það skriflegt út ganga. Sjáðu hvernig vilja gera þetta rækilegt, svo að því verði ekki breytt eftir órjúvalegu lögmáli Meda og Persa. Það voru lög þá á meðal þessara nýju ráðamanna, Meda og Persa, að þegar að lög eru sett, það má ekki breyta þeim. Þú getur sett önnur lög gegn þeim en þú breytir ekki fyrir lögum. Þetta var bara þeirra eigin bókstafur. Svo þessir ráðamenn, þeir voru búin að gjörsamlega ganga úr skugga að þeir gætu gengið af Daníel dauðum. Svo segir þarna, samkvæmt þessu lét konungur gefa skriflega tilskipun og bann, en Daníel var þess vísari að þessi skipun var útgefin, gekk hann inn í hús sitt. Þar hafði hann uppi í loftstofu sinni opna glugga, sneri móti í Jerúsalem, og 3 sinnum á dag kraup hann á kné, bað til Guðsins og vegsamaði hann, eins og hann hafði áður verið vanur að gera. Daníel breytti engu. Hann lokaði ekki einu sinni glugganum. Hann fór ekki inn í einhvern afkima hjá sér, svo enginn heyrði eða sæi. Hann breytti nákvæmlega engu í trúarjátningu sinni. Og hann hélt áfram að biðja. Og hann bað á morgnana, og hann bað á kvöldin, og hann bað miðjadagi líka, eins og hann var vanur. Það tekið fram hérna. Þá þustu þessi menn, takið eftir því aftur og aftur, þá þjóta þessi menn í ákafa sínum til konungs. Það er endurtekið einum 3-4 sinnum í þannig kannski 2-3 köflum, þar sem þeir flýta sér ykkur ósköpum að framfylgja þessu snjöllu hugmyndu sínum. Þá þustu þeir og fundu Daníel þar sem hann var að biðja og ákalla Guð sinn. Síðan gengu þeir inn fyrir konung og spurðu hann viðvíkjandi konungsforboðinu, hefur þú eigi gefið út það forboð? Að hver sá maður sem í 30 daga gjörur bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema til þín konungur, honum skuli varpa í ljónagryfju. Konungur svaraði og sagði, því að hann sá ekki við þeim ennþá. Það stendur fast eftir órjúfanlegu lögmáli Meda og Persa. Þá svöruðu þeir og sögðu við konung, Daníel, einn af hinum herleitu gyðingu, sjáðu þið, gyðingahatrið. Skeytir hvorki þig, konungur, né þá forboð sem þú hefur gefið út, heldur gjöri bæn sína 3 sinnum á dag. Þegar konungur heyrði þetta féll honum það næsta þungt. Nú sér hann eftir öllu. Hann hafði verið leiddur í gildru og hann gat ekki breytt þessu. Hann varð að framkvæma. Þegar konungur heyrði þetta féll honum það næsta þungt og lagði allan hug á að frelsa Daníel. Allt til sólarlags leitaðist hann við að það fengi borgið. Sjáu þið hvað það hefur tekið langan tíma. Hann bað 3 á dag. Það getur ekki verið eftir að hann bað kvöldbænina sína. Það var ekki seinna
það var ekki seinna en hádegisbænin. Því að þeir voru þarna, óvinir hans, og voru að reyna að koma hann, svo að allan daginn hann að reyna frá hádegi að minnstakosti. Það gæti verið frá morgunbæn, en hádegisbænin til sólarlags. Hugsaðu ykkur, klukkustundu saman hann að reyna að finna einhverja leið að bjarga honum. Þá þustu, sjáu þið einu sinni enn, þá þustu þessi sömu menn til konungs og sagði við hann: þú veist konungur að það eru lög hjá Medum og Persum að þið ekki má raska því banni eða boði sem konungur hefur útgefið. Þeir voru svo kokhraustir. Það var ekki hægt að breyta þessu. Daníel yrði útrýmt. Þeir skyldu ná sínu áformi fram. Og Daníel vissi hvað þetta gæti þýtt, en hann guggnaði ekki. Hann vissi að þarna var gryfja með grimmum ljónum, hungruðu ljónum í, og það beið þess að vera kastað þannig niður til þeirra. En hann guggnaði ekki. Megi Guð gefa okkur trúar djörfung, að vera djörf í drottni, sama hvað gengur á, fram að tíma endalokana. Þá bauð konungur að leiða Daníel fram og kasta honum í ljónagryfjuna. Og konungur tók til máls og sagði við Daníel: Guð þinn sem þú dýrkar án afláts. Sjáu, hérna kemur það, án afláts. Frelsi þig. Síðan var sóttur steinn og lagður yfir gryfju munnan og innsiglaði konungur hann með innsiglisring sínum og með innsiglisringum stórhöfðingja sinna, til þess að sú ráðstöfun sem gjörð hafði verið við Daníel skyldi eigi raskast. Sjáu hvað Guð leyfir okkur stundum að lenda í erfiðu kringumstæðum. Gjörsamlega útiloka mannlega séð að vera bjargað. Eftir það gekk konungur heim til halla sinnar og var þar nóttina fastandi. Þetta fékk svo á hann að hann væri notað þessu verkfæri til þess að koma besta vini sínum og besta starfsmanni sínum þjóni fyrir kattarnef. Allt fyrir öfundsýki, afbrýðissemi og illgirni. Við vitum ekki hvernig þetta var þarna niður í þessari ljónagryfju, en Daníel lét sig hafa það. Og sjáu þið bara, ekki réðu stýrin á hann. Ég alveg viss að Guð hefur búið að þarna einhvern veginn þægilega. Hann þurfti ekkert að óttast. Og hann óttaðist ekki. Hann kaus frekar að hlýða Guði almáttugum, frelsara sínum. Hvað sem það kostaði, heldur en að láta undan ógnunum og hótunum syndugra manna. Síðan reis konungur á fætur í dögun þá Lísa tók og skundaði til ljónagryfjunnar og að koma gryfjunni kallaði hann á Daníel með sorgfullri raustu. Sjáum við hvað hann tók þetta nærri sér. Konungur tók til máls og sagði við Daníel: Daníel, þú þjónn hins lifanda Guðs, hefur Guð þinn, sáir þú dýrkar án afláts, þannig kemur einu sinni enn, megnað að frelsa þig frá ljónunum? Þá sagði Daníel við konung: Konungur lifi eilíflega, Guð minn sendi engil sinn og hann lokaði munni ljónanna. Svo þau gerðu mér ekkert mein af því að ég saklaus fundið frammi fyrir honum og hefi heldur ekki frammi neitt brot gagnvart þér, konungur. Þá var konungur næsta glaður og bauð að draga Daníel upp úr gryfjunni. Var Daníel þá dreginn upp úr gryfjunni og fannst ekki að honum hefði neitt að skaða orðið því að hann hafði treyst Guði sínum. Það er þetta sem skiptir máli, vinir. En konungur bauð að leiða fram þá menn rækt höfðu Daníel og kasta þeim, börnum þeirra og konum, í ljónagryfjuna. Og áður en þeir komust til botns í gryfjunu, hremdu ljónu þá og muldu sundur öll bein þeirra. Hugsið ykkur, okkur finnst þetta svolítið grimmdarlegt, en þetta var siðurinn í þá daga. Síðan ritaði Daríus konungur öllum lýðum, þjóðum og tungum sem búa á jörðinni, allri jörðinni.
gangi þér allt í gæfu. Ég læt þá skipun út ganga að í öllu veldi ríkis míns skulu menn hræðast og óttast Guð Daníels, því að hann hinn lifandi Guð og varir að eilífu. Ríki hans gengur ekki á grunn og veldi hans varir allt til enda. Hann frelsar og bjargar, hann gerir tákn og furðuverk á himni og jörðu. Hann sem frelsaði Daníel undan ljónunum. Þarna gaf hann út tilskipun sem að Guð vill helst aldrei að við gerum, ef við erum í einhverju valdastöðu, að skipa öðrum að trúa eins og þeim sagt. Guð gefur okkur frelsi. En þessi menn fóru annaðhvort alla leiðina í ranga átt eða alla leiðina í rétta átt að tilbiðja hinn eina sanna Guð, en skipuðu öllum öðrum að gera það líka. Það væri annað að mæla með því, heldur en bara að skikka, ef þú ekki, að þá verður þeir refsað. En svona var þetta bara í þá daga. Svo Daníel gat verið þarna ómeiddur og varð ekki að meins var á meðal grimmra óargadýra í heila nótt. Og svo segir þarna að Daníel þessi var í miklu gengi á ríkisstjórna árum Daríusar og á ríkisstjórna árum Kýrusar hins persneska. Þetta minnir okkur á að í Opinberunarbókinni 14. kafla það segir, og þetta 7. versi og þar áfram, og þetta hefur með síðustu dagana að gera, og ég kem með þetta hérna, vegna sem við komum aftur seinna í síðari erindum, að við þurfum að velja og kjósa, eins og Daníel og félagar hans. Nema þarna í 14. kafla Opinberunarbókarinnar segir, ég sá annan engil fljúga háhvolf heimis. Hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap sem hefur alltaf verið til, verður alltaf til. Það það sem eilífur fagnaðarboðskapur hefur að geyma. Til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynskvist tungum og líð, og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð, því að komin stund dóms hans. Tilbiðið þann sem gjört hefur himinin og jörðin og hafið og uppsprettu vatnana. Hvað minnir þetta okkur á? Fjórða boðorðið. Skaparann, sköpunina, uppruna lífs á jörðu og allrar jarðarinnar. Allt var þetta kallað inn í tilveruna í sköpunar vikunni, þegar skaparinn hófst handa að skapa þessa jörð, þetta mannkyn. Og enn annar engil kom á eftir og sagði, fallin Babýlon. Fallin Babýlon mikla. Sjáu þið hvernig þetta að heiðra boðorð Guðs, sérstaklega fjórða boðorðið, vegna þess að það minnir okkur á skaparann okkar. Og það dregið hérna fram í sömu andráni, og Babýlon, hinn mikla, einnig dregin fram í dagsljósið. Í Opinberunarbókinni. Það eru margar aldir á milli þess að Daníels bók var skrifuð og Opinberunarbókin var skrifuð. Og hér dreifir þetta saman vegna þetta var boðorð á eftir að koma fyrir aftur og aftur í síðari erindum og öðru námskeiði líka. En það segir að Babýlon fallin, hún hefur byrlað öllu þjóðum af reiði, víni, sörlefnæsis. Þetta eru kenningarnar, ringulreiðin. Eins konar Babýlon, mitt í kristninni, víða öll lönd heimsins. Og Guð að kalla okkur í dag á tíma endalokana að reynast honum trú. En það segir í Jesaja 43, nú segir drottinn svo, sáir skóp þig, Jakob sætt, henni talaði sköpunina, og myndaði þig, Ísrael. Óttast þú eigi því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafnið, þú ert minn. Gangi þú gegnum vötnin, þá ég með þér. Gegnum vatnsföllin, þá skulu þú ekki flæða yfir þig. Gangi þú gegnum eld, reynsla félaga Daníels. Gangi þú gegnum eld, skal þú eigi brenna þig og logi skal eigi granda þér. Og ég enda með þessari hugsun. Við verðum reynd. Og innan skams
þessi atburðarás á fullu sem leiðir til tíma endalokana sem bæði Daniel minnist á í lok Daníelsbókar og Opinberunarbókin tekur upp þráðinn líka. Og ég bara hvet ykkur til þess að lesið þessa bækur, lesið Daníelsbók, lesið Opinberunarbókina. Svo gott að fá Guðspjöllin og leiðbeiningar Páls postula, allt þar á milli. En reynist Guði trú núna og alla tíð, þar til Kristur kemur að sækja okkur og býður okkur velkomin inn í himininn. Ég hlakka til að hitta Daniel og félaga hans.